Þá ætlum við að halda áfram í föstudagsþættinum og næst komið að því að tala íþróttamál á Akureyri. Auðvitað fjölmörg íþróttafélögin og ekki vissum hvað þau eru orðið mörg, örugglega hátt í 30 eða eitthvað. Það sem er eiginlega ótrúlegt í svona litlu bæjarfélagi sem rétt telur 18.000 manns. En það líka búið að vera ýmislegt sem hefur gengið á. Ólgusjór og mikið rætt ekki síst milli íþróttafélagana Þórs og Káa. En hér eru komnir herramenn sem hafa verið að stýra umræðu endurnýjun á íþróttastefnu Akureyrarbæjar, búnir að funda með félögunum og fyrir liggur fundur með bara það sem almenningi er boðið til umræðanna. Hvað er verið að ræða og hvers vegna? Já, við viljum bara reyna að fá sjónarmið hinn almenna Akureyrings það hvernig íþróttamálunum sé háttað á Akureyri til framtíðar. Hvernig mannverkin eru nýtt og hvað þarf að gera til þess að allir séu sáttir og það getur jafnt átt á íþróttafélögin í bænum eða bara almenning sem vill hreyfa sig, hjóla, hlaupa, synda. Þetta getur átt við íþróttakennslu í grunnskólum. Þetta getur átt við afreksmál og bara allan skalan. Og það er sem sagt í gangi núna íþróttastefna sem bærinn setti sér 2011 og nú er komið tíma að endurnýja hana og við erum eins og þú sagðir áðan búin að funda með fulltrúum félagana í bænum sem innan IBA og nú viljum við heyra hvað almenningur hefur að segja. Er til umræðu einhver grundvallarbreyting á stefnu í íþróttamálum á Akureyri? Já, kannski ekki beint í grunninn, en aðalega að fá að heyra rödd fólksins, hvernig Akureyringur sé fyrir sér, hvað viljum við gera, hvernig viljum við vinna þessi mál áfram. Jú, náttúrulega, það sem að tónninn var hjá félögum daginn á fundi var fækkun félaga, eins og nefndir upphæðið áðan. Það er 24 félög innan IBA. Og svo eru fleiri félög sem eru ekki innan IBA. Já, klárlega. Og það var svona tónninn sem sleginn á þessu fundi með félögunum. Jú, kannski að fækka félögum og sameina félög og fá þannig meiri kraft í sem fjölda bakvið á. Sjáu þið fyrir ykkur að það ætti bara að vera annaðhvort, bara öll íþróttafélög ætti að vera annaðhvort undir Káa Þór með deildir og styrkja þannig yfirstjórn og rekstur eða er það óraunhæft? Mín persónulega skoðun er sú að okkur væri best borgið hér á Akureyri með svona 5 til 8 félög. Við erum með svo rosalega fjölbreytni. Siglingafélag, hestamenn, hjólreiðar, boltaíþróttir, bardaíþróttir, svifflug, þetta er svo rosalega fjölbreytt að það er eitthvað svona að skilja þetta að en ég held að það sé allavega klárt að mín persónulega skoðun að það sé of mikið af félögum í bænum og ég held að þetta þarf að gerast, það má ekki gerast með boðvaldi, þetta þarf að gerast svolítið sjálfkrafa og ég held að leiðin sé sú að félög byrja að vinna meira saman. Samnýta þjálfara, samnýta næringafræðinga, aðstöðu, framkvæmdastjóra og svo framvegis og það síðan leiði af sér í raun og veru samruna og félög sameinist og þetta er svona svipuð umræða bara sem er sveitafélög. Já. Þau voru 200 og eitthvað á Íslandi fyrir ekkert svo mörgum árum, eru rúmlega 70 í dag og flestir sáttir. Þannig að ég held að leiðin sé ekki svona skipun á ofan. Félögin þurfa að finna það upp á sjálfum sér að vinna meira saman og þá leiði það til sameiningar. Það er svona mín skoðun. Kannski líka ekki bara samnýta aðstöðu, líka samnýta börnin. Þess að keppnum börnin, það eru bara ákveðið mörg börn á Akureyri og þau geta ekki verið öll á sama tíma. Í stað fyrir að með sameina félög, þá getur sameina starfið og keyrt og boðið upp á betri þjónustu við börnin. Það sé ekki allt í boðið á sama tíma, heldur þá þið fá þessa fjölbreytni, meira framboð. Það búið að vera eldfimt mál í bænum, Káa Þór umræða og möguleg slit á samstarfi og svo framvegis að þetta er ekki bara að ganga í þessa átt að sameina, heldur jafnvel líka svona upplifun og sundrung. Ykkar aðkoma hjá IBA hefur verið töluverð. Hvernig er þín upplifun á því öllu saman? Hún hefur verið mjög áhugaverð Þetta náttúrulega byrjar allt saman í janúar þegar að Káa gefur frá sér yfirlýsingu slit á samstarfi kvennaknattspyrnu. Og IBA boða þá félögin á fund og það kom nú í ljós bara á fyrstu mínútum fyrsta fundar að menn voru alveg til í að tala saman og ég held að þessi uppákoma hafi kannski verið meira út af bara samskipta leysi á milli félagana frekar en að það hefði verið vilji félagana og þessi fundir gengu mjög vel og allt frá fyrstu mínútu þá voru allir á sömu blaðsíðu með að halda áfram samstarfinu. Þannig að leið að menn bara hittust og töluðu saman
þá voru svona ákveðnir agnúar bara sniðnir af sem upp hefðu komið í samstarfinu og kannski má færa fyrir í rök að ef við tökum bara kvennafótboltann per se að það starf allt saman standi miklu sterkara eftir þetta högg. En eins og í því tilfelli þá fann ég mjög sterkt frá bæjarbúum að það voru allir sjokkir að það ætti að fara að splitta upp Þór Káa fótboltanum í 2 félög. Og nánast allir bæjarbúar sem ég hitti voru bara miður sinni yfir þessu og voru þá líka eins glaðir bara þegar að niðurstaðan var svo að halda þessu áfram. Og svo náttúrulega bara leiðir eitt að öðru, við förum að ræða sem sagt kalla handboltan og kvenna handboltan og fleira og það endar náttúrulega þannig eins og allir vita að það var sem sagt ákveðið að splitta upp handboltanum kalla megin og við verðum bara að sjá hvernig það fer. Mín persónulega skoðun svo að það hef ekki verið rétt ákvörðun, ég hef bara sagt það og en vonandi verður þetta bara til góða fyrir iðkandan og þess að aðalmáli að við séum að hugsa iðkandan eins og Ellert segir en ekki félögin. En að því þú tala nú samskipti og að það kannski hafi verið lykilatriðið, á IBA kannski að stíga aðeins sterkar inn í þessa umgjörð að búa til grundvöll til þess að að félögin eigi samskipti, hvort sem það eru þessi eða önnur? Já, sko, það er einmitt líka hluti þessari vinnu að endurskilgreina svolítið hlutverk IBA og við viljum fá að heyra hvernig bæjarbúar og félögin vilja sjá IBA starfa. Og við höfum svona meira verið þessi púði bara milli félagana og síðan bæjarins og annar opinbera aðalega hingað til, sko. En við höfum ekkert verið að blanda okkur mikið í samskipti milli félaga, þau verið bara í mjög góðu lagi og við höldum reglulega svo kallar formannafundi með öllum félögum og fundum reglulega með félagunum. Þannig að það má örugglega alltaf deila það hvort að við höfum að stíga sterkar inn í, en þessi vinna sem er í gangi núna vonandi segir okkur aðeins meira það. Að lokum bæjarbúar hvattir til þess að mæta á fundinn sem verður hvað á þriðjudaginn í Hofi frá 5 til 7, endilega mæta ef þú hefur skoðun á íþróttamálum. Þá mæta allir, sko. Það mæta allir, sko. Það er líka það málið, sko. Þetta er mál sem allir hafa skoðun á. Já. En þá þarf líka kannski að taka skrefið og bara mæta og taka þátt. Sjálfsögðu, af því að þetta er bara svo lottóð, sko, átt ekki miða, vinnur ekki, sko. Það er rétt, góð lokaorð. Gaman að fá ykkur herramenn og það verður gaman að fylgjast með þessu. Endilega drífa sig og mæta og taka þátt og láta í sér heyra. En við höldum næst á leið til Dalvíkur en Björgúlfur EA kom til heimahafnar í gær og svo strax í kjölfarið var opnun á bjórbúðunum hjá Kalda á Ásgárssandi og við kíktum auðvitað í heimsókn.